lifa meinlæta lifnaði til þess að kaupa sér fyrirgefningu drottins og gefa svo mikla peninga til að fá synda aflausn til móðurkirkjunnar. Og það voru ýmsar aðrar leiðir. Að sko þetta veru trú fyrir verk. Að þá var það að þegar þeir voru að byggja, þegar að páfadómurinn var að byggja Péturskirkjunni í Róm, og það tók mörg ár, að þá var sendimaður alveg sérstaklega sendur til Þýskalands og víða jarðir, víða jörð, en alveg sérstaklega var það einn sem fór til Þýskalands og hann var svo ákafur í að fá nógu marga mikla peninga í kistuna sem hann geti farið með í byggingasjóðinn í Róm, fyrir Péturskirkjuna. Að hann hvatti fólk að koma bara, hvaða sinn sem ykkur verða fyrirgefið ef þið þurfum að borga. Þá komu 2 menn til hans og þeir sögðu við þennan fulltrúa páfadóms: er það satt að við getum fengið fyrirgefningu fyrirfram vegna syndar sem við eigum eftir að drýja? Og maður var svo gráðugur í féð að hann sagði já. Þeir greiddu féð, fengu kvittun sína fyrir og svo fóru þeir burt. En það sem gerðist þennan sama dag, þegar fulltrúi páfadóms fór í ferðalag til næstu borgar, fór í gegnum skóginn þarna, þá var ráðist á hann. Og þarna voru þessi 2 menn. Þeir tóku allt á honum, meira það sem þeir borguðu. Þeir höfðu fyrirgefningu við þessa synd, samkvæmt kenningu páfadóms. Við hugsum sér svo, þetta fáránlegt, auðvitað. En svona innihald bikarsins í hendi kirkjunnar, konunnar sem táknar móðurkirkjuna. En Jesús segir sko, komið bara til mín með byrðar ykkar og ég mun fyrirgefa ykkur, ég mun taka byrðar ykkar á mig. Með öðrum orðum, Kristur okkur allt. Við getum ekkert gert nema meðtaka í gjöf hans. Já, hægt að færa þetta upp og niður? Nei. Jæja, ég hafði skrifað hérna, ég var í vandræði með þetta spor. Kenning móðurkirkjunnar þetta helvíti, hvalir í eldi og brennisteini. Textið þarna fyrir ofan bara mín eigin orð, þar sem að móðurkirkja kennir að refsing í brennandi víti bíði ranglátra alla eilífð. Páfinn bauð fólki að kaupa sér synda aflausn með því að gefa fjármuni til Péturskirkjunnar hún var í smíða. Þetta var einmitt það sem ég var að segja ykkur. Þetta skelfileg kenning, mjög óboðleg og engan veginn í takt við Biblíuna. Ég get alveg útskýrt fyrir ykkur 1 eða 2 texta, sérstaklega í Nýja testamentinu sem margir byggja slíka kenningu á. En það auðvelt að sjá og það stenst ekki þegar þú skoða Biblíuna betur. Það bíður seinni tíma. Hérna sjáum við margar kirkjur á tjaldinu og ég hef sett þessa áskorun til allra. Þú eða við getum auðvitað fundið kirkju sem boðar aðeins sannleikann eins og hann að finna í orði Guðs. Við þurfum bara að hafa fyrir því að lesa, ef við ekki lesum eða heyrum og gerum okkur grein fyrir því þetta sannleikur Guðs sem við hlýðið á hverju sinni og í samræmi við Biblíuna, þá svo auðvelt að afvega leiða okkur. Einnig þetta með sköpunina, okkur ber að tilbiðja skaparann sem líka frelsarinn okkar. Þetta heilt annað erindi svo sem ég gæti gefið ykkur eða 2 jafnvel bara út á þetta eina efni. En við stiklum á stóru. Það Jesaja 1, 18 og 19. Þar segir drottinn, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpur, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér njóta lands skæða. Það hið himneska land, gæða þess lands. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir
munnur Drottins hefur talað það. Þetta sverði bitnið bara boðar dauða að eilífu. En hann býður okkur, hafið í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis og meðtakið Jesú Krist sem syndafórn fyrir ykkar syndir. Og þegar þið meðtakið Drottinn, eins og Páll segir í Rómverjabréfinu, 9. kafla, ef þið trúið í hjartanu og játið með vörunum að Kristur sé Drottinn, myndi hólpin verða. Þetta er svo einfalt og ég er svo glaður að komast að raunum að þetta er það sem það er svona einfalt sem við þurfum að gera, bara meðtaka. Og við myndum að Jesús var og alltaf í minni hluta. Við teljum okkur vera fá, en Jesús var bara með fáa sem raunverulega voru honum trúir og dyggir alla tíð. Og þannig verður það á síðustu dögum og þannig í dag. Það segir í Efesusbréfinu 2. kafla í 8. og 9. versi: því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Sjáu þið? Hjálpræði Guðs er gjöf fyrir Jesú Krist. Og Drottinn, bara til að árétta það, gagnvart þróunarkenningunni. Drottinn er skaparinn, hann er líka frelsarinn. Og það er svo furðulegt að margir kristnir boða að, Kristur mun koma og hann mun taka okkur heim, sumir trúa því jafnvel, þegar hann kemur, en þeir afneita sköpunarsögunni. En frelsarinn og skaparinn er ein og hinn sama persóna. Svo það er ekki heil brú í því þeirri afstöðu að segja að sé annað en ekki hitt, því að hann er hvort tveggja. Svo förum við í Rómverjabréfið, 6. kaflan, vegna þess að ég er bara stikla á stóri hérna og minnist á skírnina. Þar segir Páll í 6. kaflanum 3. og 4. versi: eða vitið þér ekki að allir vér sem skírðir eru til Krist Jesú eru skírðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir, sjáum við táknmálið, með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi. En kirkjurnar kenna allt annað og hafa breytt barnaskírninni, fullorðins skírn eða niðurdýfingaskírn í barnaskírn, svo ég hafi þetta rétt. Og Guð líkir óspilltum söfnuði sínum við fagra konu, stundu kallar hann hana dótturina Síon. Og eitthvað sem að þið hafið heyrt áður í námskeiðinu, Mattheus 7:21 og áfram: ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður minn sem er á himnum. Það er ekki nóg að segja bara Drottinn. Áfram lesum við frá 22. versi: margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgerðan enn. Við sjáum að þessum texta að sumir kennimenn hafa vald einhvers staðar frá til að reka út illa anda. Þeir telja það sé frá Guði komið, en Kristur kannast ekkert við það hjá mörgum þeirra. Og það er tekið fram að þannig vers 22, margir munu segja við mig á efsta degi, höfum við ekki gert þessi kraftaverk, rekið út illa anda, og mér er sem spáð og gert mörg kraftaverk. Og hann segir þá bara, ég þekkti þau aldrei. Eða skírnin sem ég vék að áðan, biblíuleg skírn þarfnast mikils vatns. Og skírnin boðar dauða okkar gamla manns
og upprisu, já og greftrun. Þess að segir hjá Páli apóstola, við lásum áðan, og síðan upprisu í endurnýjun hugafars, í nýju lífi. Niðurdýfingaskírn eins og Biblían boðar er dásamleg leksía að byrja upp á nýtt. Ekki þar með að okkur verði ekki á ýmsar syndir eftir á, eftir að við höfum gefist drottni og látið skýrast. En við vitum þá hvert við höfum að fara hverju sinni þegar við áttum okkur á því við höfum hrygt við frelsarna okkar. Þá bara komum við aftur til þess, ekki til að skýrast aftur og aftur, heldur bara til þess heilagt sakramenti. Og það heil leksía út af fyrir sig, ég ætla ekki að fara út í það hérna núna, ég hef gaman að fara yfir það seinna með okkur. En svo athöfn að mörgu leyti allt öðruvísi en tíðkast í kristninni í dag. Já, þá það að þegar við sjáum hérna eins og listamaðurinn hefur málað endurkomu drottins, koma Krists verður allt annað en leynileg eða ósýnileg. Margir kristni predikarar, þeir boða að Kristur komi en leynilega og tekur marga í burt og við áttum okkur ekki á því fyrir en eftir á að þeir eru farnir, margir. En þegar við skoðum ýmsa texta í Biblíunni, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, þá komumst við raunum að koma Krists hávaðasögn. Það verður jarðskjálfti og það verður blásið í lúðra himinsins og hann mun kalla með höfuðengils raustu sem við lásum áðan. Og þá mun hinir dánu í Kristi upprísa. Og svo segir í Åpenbarunarbókinni, það 1. kapli 7. vers, að hvert auga mun sjá hann. Svo það boðað af sömum, hann kemur leynilega. Varið ykkur á villu í kenningum. Bara rétt til að bregða upp borginni Helgu, við veitum ekki hvernig hún verður, en hún verður glæsilegri en nokkuð sem við getum ímyndað okkur. Og drottinn sjálfur mun bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Og við lesum í fyrra Korinthubréfinu 15. kafla, það vers 51 og áfram. Sjá, ég segi þér leyndardóm, þetta er apóstolinn sem skrifar, við munum ekki allir sofna, það að segja deyja, sem við lifa að sjá Jesú koma. En allir munum við umbreytast, þá á við hvort sem við erum dáin í Kristi, eða lifandi þegar kemur. Eins og segir í 15. versi, í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurum mun gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir, það að segja eilífir, og við munum umbreytast, hinu lifandi umbreytast, og hinu ný upprisnu rísa upp í nýjum eilífum líkama. Og svo vers 53, þetta forgengilega, það að segja þetta sem dauðlegt, á að íklæðast óforgengileikanum, hinu eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Ég leyfi mér að hlakka til, vinir, því að það verður stórkostlegt að upplifa þetta. Og við munum, ef við erum trú, hvort sem við sofnum, eins og Biblían kallar það dauðan aftur og aftur, eða erum lifandi þegar kemur. Það skiptir engu máli fyrir fólk Guðs. Við munum ekki missa neinu. Þarna segir í Åpenbarunarbókinni 19, 17. og 18. vers, og ég sá einn engil sem stóð á sólinni, hann hrópaði hárri röddu til allra fuglana sem flugu himinhvolfið. Það er ekki einu eftir, þetta virkar svolítið stuðandi á okkur en það ekki. Þar segir, komið, segir sem sagt engillinn. Hann kallar á fuglana, komið, safnið saman til hinna miklu máltíða Guðs, til þess að eta hold konunga og hold herforingja og hold kappa, þetta er þessi voldugu menn á jörðinni í dag, og hold hesta og þeirra sem á þeim sitja, og hold allra, bæði frjálsra og ófrjálsra, smárra og stóra. Hvernig ósköpunum stendur á þessu? Jú, við munum fara yfir þetta efni ítarlega næsta sunnudag.
en bara til að svala forvitni ykkar í bili. Þegar að Kristur kemur, eins og við erum búin að lesa margoft allt í gegnum Åpenbarunarbókina fram að þessu. Hann mun koma í mætti og mikilli dýrð með öllum sínum englum til að sækja fólkið sitt, hvort sem það hefur sofnað og sefur í dufti jarðar eða er lifandi þegar hann kemur. Hann mun taka þá alla, þau öll, til himins. Þeir sem verða eftir munu deyja. Það verður enginn til að gera það þá. Því að allir aðrir deyja, sem Biblían kallar að rangláta. Og í þessum orðum er því lýst að þeir munu bara rotna á jörðinni, ekki grafnir. Og ef að fuglar eru að líða á þessum tíma, að þá haldið þið að verði ekki eitthvað veisla hjá þeim. Já, við sjáum bara til. En eitthvað mun, þetta er alveg auðljóst að þegar að allir réttlátir eru farnir til heimis með frelsaranum og allir aðrir, ég mun sýna okkur það næsta sunnudag, allir aðrir sem verða eftir á jörðinni, þeir munu deyja og það verður enginn til að gera það. Þá er það þetta sem getur gerst. Og orð Guðs getur verið alveg umbúðalaust. Og það er svona orðatiltekti stundum sem að hneyksla fólk. Það er bara því að þeir hafa ekki kynnst Guði sem kærleiksríkum og góðum Guði sem vill ekki að neini farist. Hann vill bjarga öllum. Og hann dregur það í það endalausa að bíða eftir því að fleiri láti frelsast. Eins og segir í öðru Pétursbréfi, í 3. kaflanum. Og hann vill ekki að neini farist stendur þar. Þess vegna dregur hann þetta. En vinir, við skulum taka hérna fyrir 18. kaflan. Þið sjáum við förum, það sem við vorum að lesa er í 19. kaflanum. En við erum núna að lesa sem er í 18. kaflanum, þar sem að segir í 1. versunum. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald, hugsaðu ykkur hvað dýrðin er mikið sem fylgir honum, og jörðin ljómaði af dýrð hans. Öll jörðin. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babýloni mikla og orðin að djöflahenginni og fangelsi alls konar óhreina anda og fangelsi alls konar óhreina og viðbjóðslegra fugla. Ég er bara verið að víkja að þessum kenningum. Því að hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaði síns. Babýlon. Samnefnari ekki bara fyrir páfadóm eða dýr sem kom upp úr hafinu, heldur líka allar aðra kristna kirkjur eða trúfélög sem að kallast líkneski dýrsins, sem boða þá hið sama. Þessi Babýlon, samnefnari fyrir þetta allt, það er nú þegar orðið djöflahenginni. Drottinn er ekkert að skafa að þessu. Svona ringulri, trúarbragðanna. Þetta er orðið að fangelsi alls konar óhreina anda. Hvað vorum við að lesa um? Satan og fallnir englar hans. Fara út allt og blekkja fólk, koma eins og ljósenglar, birtast eins og þessi sendi frá Guð af himnum. Og ég heyri svo oft á hverju ári alls konar sögur sem fólk upplifir með dreymdi eða ég sá. Og þessi skínandi bjartri engil kom og talaði við mig. Og þá spyr ég gjarna, hvað sagði hann? Því að þegar ég heyri hvað hann hefur sagt þeim, þá veit ég hvort að engilin er frá Guði eða ekki. Því að ef að boðskapurinn er í andstöðu við boðskapbiblíuna, þá veit ég að þetta er ekki engil frá Guði. Svo að vinir, látum ekki skelfast. Treystum bara á Guð, því að hann fer að koma og þá tekur hann okkur heim með sér. Og þá sjáum við, þá borgaði sig að setja allt okkar traust á frelsarann. Það er Jesús sem skiptir öllu máli. Hann býður okkur að koma núna, að þiggja boð hans núna, ekki að draga það vegna þess
að það getur orðið til þess að þú uppgötur of seint, þú verður á rangan hest. Svo það það síðasta myndi sem ég set upp. Jesús með útrétta arma til jarðarbúa, kominn. Ég gæti látið staðar numið hér og oft ger ég það, en ég verð að geta þess að þið eru velkomin til samfélags með okkur og hverjum öðrum þeim sem boðar allan boðskap Biblíunnar hreinan og ómengaðan. Ég gerði þetta í eina tíð sem unglingur og ég sé ekki eftir því. Og ég hvet ykkur vinir, ef að þið viljið gjarnan eiga ykkar andlega heimili hér, þá þið bara hjartalega velkomin. Hér hlýr og yndislegur söfnuður. Og ég sé að það mikið því ég les bara fréttir og fylgist með fréttir dagstaglega öðru hverju, þá sé ég, já, það svo margir sem yfirgáfu þessa kirkju og fóru í aðra kirkju og skipta þannig trúfélög. Það mikið slíkar sviptingar þessa dagana. Ég segi bara, verðið varkár hvað við gerum. En það svo einfalt og Þjóðskrá hefur gert okkur þetta svo einfalt. Það blöð frammi liggjandi hjá henni Magnu. Eina sem maður gerir að setja kross við eitt af þessu 40 rúmlega trúfélögum kristnu. Nei, ekki öll kristin sem eru á Íslandi. Svo skrifar bara nafnið undir og fer með henni í Þjóðskrá. Og þú meðlimur í þessari kirkju. Ef menn eru að hugsa skírn og svo framvegis, það allt í lagi. Það kemur þá seinna þegar fólk tilbúið. En þannig getur fólk stutt þennan söfnuð og þetta boðunastarf ef það vill. Svo að ég mátti til með að gera þessa vinir og fyrir á einu sinni á ári geta menn skráð sig. Nei, þið getið skráð ykkur allt árið. En það er dagsetning. Það 30. nóvember á hverju ári. Þá hægt að skrá sig fyrir þá dagsetningu og þá munu sóknargjöldin svokölluð sem koma skattpenningum fara til þess trúfélags sem viðkomandi skráði sig í. Ef það 1. des eða síðar, að þá drefst það heilt ár eða lengur. Og ég vildi bara geta þessa vinir því að margir spurja hvað getum við gert. Sumir hlustendur útvarpsboðunar hafa haft samband og tilkynnt. Ég svo þakklátur eða þakklátt fyrir útvarpið ykkar. Ég fann að leggja inn á kirkju, bankareikningin ykkar og sumir segja ég vil fá að tilheyra þessu söfniði. Og þeir eru bara velkomin vinir. Engin annar þrýstingur verður að minni eða okkar hálfu, ég vildi bara geta þess og þá vitið þið. Og þið eru velkomin hvenær sem er. Og þó við ekki skráið ykkur hjá okkur, við okkur ekki væntum ykkur vinir, ég vildi bara minna ykkur á gætið ykkar á því sem í bikarnum, í hendi konunnar sem tákna fráfallna kirkju. Himneski Faðir, við höfum farið víða yfir í dag í orði þínu. Við bara byggjum þig að gefa okkur djörfung, kjark til að kannast við frelsarann okkar og meðtaka allan hans boðskap. Drottinn, ég bið að blessa vini mína sem hér og hjálpa okkur að eiga samleið inn í himininn að lokum þegar Kristur kemur, já, hann kemur innan skams. Við byggjum og þakkum í hans dýrlega nafni. Amen.